Atrið í 17. kafla annarar Mósebókar sögulegur atburður sem átti sér stað í orrustunni við Amalekíta á 40 ára ferðalagi Ísraelsmanna eyðimörkina. Lesum 8. vers. Amalek kom og réðst á Ísrael í Refídim. Þá sagði Móse við Jósúa: veldu menn fyrir okkur og farðu til að berjast við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gerði eins og Móse hafði falið honum og hélt til orrustu við Amalekíta en Móse, Aron og Húr höfðu farið upp á háhæðina. Á meðan Móse hélt hendi sinni uppi veitti Ísraelsmönnum betur, en þegar hann lét hönd sína síga höfðu Amalekítar betur. Þegar hendur Móse þreyttust tóku þeir stein og settu undir hann. Móse settist á hann en Aron og Húr studdu hendur hans, hvor sínu megin. Hendur hans héldust því stöðugar allt til sólarlags. Þannig sigraði Jósúa Amalekíta og her þeirra með sverðseggjum. Jósúa tók að sér það hlutverk að fara á vígvöllinn til að berjast við Amalekíta. Á meðan Jósúa leiddi og stjórnaði her Ísraels í orrustunni, fór Móse upp á fjallið og horfði niður á vígvöllinn. Þegar Móse hélt höndum sínum uppi, sigruðu Ísraelsmenn, en þegar hann lét þær síga, hófu þeir þegar í stað að tapa, sama hversu hagstæð staða þeirra var. Því var það ekki Jósúa sem réði úrslitum sigurs eða ósigurs í orrustunni, heldur Móse. Þar að auki, hvað kennir Biblían okkur Móse? Sú vitneskja Móse að lokum opinberuð okkur í Biblíunni. Eins og sést í 3. kafla postulasögunar að Móse táknar Jesú. Þá ekki Guðspjall vort hið sama? Guð skapaði hinn sýnilega og ósýnilega heim þegar hann skapaði himinn og jörð. Við vinnum nú að Guðspjallinu í hinum sýnilega heimi, en afdrif Guðspjallsins geta orðið góð eða slæm eftir því hvað Guð gerir í hinum ósýnilega heimi. Ef Guð lyftir upp armi sínum, mun Guðspjall vort dafna. Það ekki rétt? En hvað myndi gerast ef hann léti arma sína síga? Sama hversu mikið lagt á sig, hversu margir taka þátt og hversu mikið fróðir sérfræðingar leggja sig fram, þá mun Guðspjallið óhjákvæmilega bíða ósigur ef Guð hjálpar oss ekki í hinum ósýnilega heimi. Við getum skilið að vandinn liggur ekki í hinum sýnilega heimi, heldur veltur hann að lokum á Guði í hinum ósýnilega heimi. Hvernig ættum við þá að lifa trúarlífi okkar héðan í frá? Að ganga við trúarinnar af kostgefni á þessari jörð gott. Hins vegar mun trú sem ekki viðurkennir Guð í hinum ósýnilega heimi engan árangur bera. Þess vegna verður þetta að vera Guðspjall sem hrífur Guð, svo að Guðspjall okkar geti náð fram að ganga. Ef við boðum Guðspjall sem aðeins fullnægir okkur sjálfum og endar með eigin hamingju, án þess að snerta hjarta Guðs, þá mun það Guðspjall engan árangur bera. Jafnvel þótt Jósúa væri afburða hershöfðingi með framúrskarandi herfærni og her Ísraels væri skipaður einungis körlum sem hver og einn jafnaðist á við 100 manns, gátu þeir ekki verið framúrskarandi her svo lengi sem hendur Móse voru niðri. Þegar við skoðum allt þetta, gerum við okkur grein fyrir að við þurfum að skilja samband hins ósýnilega og hins sýnilega heims með hjálp Biblíunnar. Jafnvel með þessu eina atriði sem skráð í annarri Mósebók, 17. kafla, það meira en nóg fyrir okkur til að skilja til fulls hvers vegna við verðum að biðja til Guðs, bera fram óskir okkar og helga honum einlægni okkar.